Svo líta aðeins á dæmið Tinna. Tinna langar að eignast tjald. Til þess að einfalda verkefnið þá segjum við að verða tjaldi helst óbreytt, 10 pund. Eitthvað inn í framtíðina eða nógu lengi. Til að höfundar svona til þess að geta búið til einfalda formúlu eða létt ótrygginga. Ef hann leggur fyrir 1 pund á ári og fær alltaf 7% ávöxtun á það sem hann leggur inn á ávöxtun, hvað er það lengi? Hvað tekur þetta langan tíma fyrir hann að safna 10 pundum? Náttúrulega mjög ólíklegt. Má segja svo fyrirfram að þetta gangi upp í heilum árum. Svoleiðis að hérna verða menn líka að gera ráð fyrir því að ef þetta eru nú til dæmis, ég veit það ekki, við prófum bara að setja inn tölur, segjum að þetta séu svona allavega 6 ár, við getum prófað það. Við getum prófað að setja líka en jafnt og 7 ár inn í formúlu sem við ætlum að leita að. Og þá ætti þetta að vera einhver heiltala sem er árafjöldi og tugabrót sem þarf að breyta í mánuði. Þetta er þá alveg sama uppbygging og í sýnidæmi 922, nema að hérna höfum við ennið, hérna er ekki endilega heiltala. Og það er þá eðlilegt að segja gott og vel, eftir að hafa farið í gegnum það sem er að gerast í sýnidæmi, þarna 922, þá er þetta, það er miklusti enni vinstra megin og hægri hliðin ætti að vera jafnt og 10. Ef við setjum hér jafnt og 10 fyrir aftan. R-ið er 0,07, þannig að breyti þátturinn 1,07 og R-ið er 0,07 og F0 er 1. Svo ættum við að prófa að láta ennið vera eitthvað sem okkur finnst líklegt, kannski 6. Ef ennið er 6, þá verður það að setja hérna inn í formúluna 1,07 í veldinu 7 mínus 1 og svo deili ég allt með 0,07. En þá fáum við tölu sem er minni en 10. Þá hljóttum við að prófa n jafnt og 7. Það er þetta geymt í 7 ár með þessum leikreglum. Og þá setjið þið inn allt eins og áður og þá ættu það að fá tölu sem er stærri en 10. Þannig að þetta eru 6 heil ár og einhver fjöldi mánuða. Og svo getið þið prófað, ef þið ætlið að prófa 1 mánuð, var þetta 1 mánuður, þá myndið þið prófa að setja í staðinn fyrir n 6 plus 1/12, af því að það eru 12 mánuðir í vaxtaári. 1/12. Nú hefðu viljið prófa 6 mánuði, myndið þið setja inn í formúluna 6 plus 6/12. Ef þið viljið prófa 11 mánuði, þá myndið þið segja 6 plus 11/12. Nema hvað, að þið vitið, af því að það á að gefa svarið í heilum árum og heilum mánuðum og þetta liggur á milli 6 og 7, þið sýnið það bara mjög útreikningum og þá er svo sem ekkert óskaplega marga möguleika að ræða. Þetta er bara ákveðin fjöldi mánuða þarna á milli 7. og 7. árs. Og hver þeirra, segjum við ætlum að prófa 10. mánuðinn, skrifið náttúrulega þá ennið er 6 plus 10/12. Hver af mánuðinum gefur bestu nálgun á 10? Það mun enginn hitta akkurat á 10 pund, en hver er bestur? Af því að hann ætlar að kaupa tjaldið á 10 pund, þá verður nálgunin að koma ofanfrá. Þetta verður að vera að tala sem er örlítið stærri en 10, það má alls ekki vera örlítið minna en 10 því þá getur hann ekki keypt tjaldið. Það er svona líka þetta sem þarf að gæta sín á. Svo er hérna lítil formúla þar sem að þetta er bara leitt út. Hérna er F-ið 10. Það viljið svona aðtuga þetta. F0 var 1 pund þá, 10 pund, skrifum ekki 1 pundin en það skiptir svo mikið máli því að allar einingar styttast út svo sem. Þannig að rétt upphæð notið þessa formúlu ekki nema til þess að tekka ykkur af, nema við getum leitt hann út, nema við getum búið hana til út af því sem við vorum að segja. En ef við setjum inn í þetta, R er 0,07, F er 10, þannig að þessi hérna liður verður 0,7 plus 1, lógrið fyrir ofantekjana tölun og lógrið fyrir neðan, dragið 1 frá, þá fáið þið tölur sem liggur á milli 6 og 7.